Komið sæl, velkomin aftur til leiks, Rókurinn TV. Nú það lítið í gangi svona í skákjaminum, þannig að að gera að fylgjast með Vigni Vatnar á heimsmeistaramóti 12 ára yngri. Ég har enda margir flokkar en hann teflir í flokki 12 ára og yngri. Og já, ég með undir höndunum núna, ég har komnar 4 umferðir. Við ætlum að kíkja á skákinu úr annar umferð og 4. umferð. Og í dag þriðjudag þá verður hann tefla 2 umferðir, þannig að mjög mikilvægur dagur. Í annar umferð fékk hann svart á Kirill Shevchenko sem var 3. stigahæsti skákmaður í flokknum. Við sjáum hérna Sigilegur og þetta er F6, þetta er allt eðlilegt og mjög algengt, þetta er C3 og hér er kannski algengast að leika A6 sem er Najdorf eða G6 sem er dregabrið, þá er biskup hérna G7 og svo framvegis, en Vigni leikur hérna riddari C6. Ég held þetta heitir Rásir, ef hvítur leikur núna biskup G5 sem hann gerir ekki og E6. Það heitir held ég Richter Rásir. En eftir F3, E6 á Vigni svona biskup B3 A6, eftir orðið svona Scheveningen sem að Kasparov beitti mikið gamla þetta sínum yngri árum. Hvítur leikur drottning D2, það sem hvítur að gera er gjarnan kallað enska árásin sem hættir að tefla á móti Najdorf og alls konar svörtum uppstillingum í Sigilegur. Peðin eru svona öflugt peðamiðborð og já, menn stiltum svona og venjulegast að hafa langkráka hvítur í þessum afbreyðum biskup E7 og hann er millitrákar. Vigni stuttrákar, nú er eiginlega búið að leggja svo til línunar. Hvítur með kóngin hérna á drottningavæng og svartur á kóngsvæng. Þannig að eðlilega eftir að hvítan er að sækja fram með peðum hérna og reyna að opna línur á kóngnum og samanskapur svartan að það sem er gott við svartan er kannski að hann getur sett hrók á silun á einhverjum punkti, það sem hann stendur vel. Hvítur leikur með kóngur B1, mjög algengur svona undirbúningsleikur í Sigilegurinn oft, bara koma kóngnum að þessari silínu það sem standa svartir þungi menn og þannig að spjótin standa kóngnum, þannig að þetta er svona undirbúningsleikur áður en hvítur fyrir sókn. Vigni draf núna á D4, biskup drafur tilbaka og nú kemur þessi leikur B5, hann vil sækja fram á drottningavæng. Þetta er allt mjög rökrétt. Nú kom riddari E2. Spurning hvort að hvítur þurfi ekki að fara að leggja stað hérna á drottningavægnum, en hann hörfar hérna með riddarann. Þannig að hann er ekki komin á stað og spurning hvort hann þurfi að koma veg fyrir B4. Biskup B7. Nú loksins fer hvítur á stað, gunnar 4. Riddari D7. Kemur veg fyrir G5 í bili, þar sem að drottning og biskup koma veg fyrir það og riddarann getur fundið líf hérna á drottningavæng, annarkvort á 4 eða A4. Fyrir á E1. Líklega drottningana yfir á kóngsvæng. Drottning C7. En nú hættir að fyrir aftur á C3 og þungar eiginlega kaup af því að ef að drottningin hörfar sem hér getur ekki máli þá er ég hefði hjá þannig að verður að tala um það að séu betri svartan í Sigilegurinn því hann er með fleiri miðbáspil, 2 á móti 1. Það er að tala um að svartur þurfi að lifa af sóknartilburði hvíts og þá eigi hann góða vonir jafnvel að vinna skákina þegar lengra fram sækir. En sjáum hvað setur, hrókur F8, þetta er D4, D5. Yfirleitt talað með það að svartur nær þessari framrás og þá nái hann að jafna tabli og ég held gott betur, ég held að svartur standi bara betur hér, hann er búinn að klára sína liðskipan, hann er búinn að koma hrók á opna línu, þannig að hvítur er ennþá með mann upp í borðið, ekki búinn að tengja hrókana og svartur er með svona aðeins heilbreiðari
til dæmis í einhver stöðum getur hóta að fara að leika og þetta getur vandra hvíti valdur þetta peð B4 er meira rými á drottningavæng biskup hörvar riddari E5 hér Vignir þarf ekkert ástast hér, hann er komið með betri stöðu mennir hann standa vel peðastaðan er traust, hann leikur hérna hrókur að C8 skilur þetta peð eftir en ef hvíti drepur þetta peð þá fyrir við bara tilbaka og þá allt í standa alls spjóð þessu peði með biskup og hrók sem er komin hér þannig að tapar því peði tilbaka þannig að hvítur drepur þetta peð ekki, kemur hrók sem í spilið og hvað er C4 biskup drepur biskup það er allt jafnt en Vignir er með því svo kallað biskupapar og þar sem að staðan er nokkuð opinn, peða báðum vængjum þá er það betra á svartan að hafa biskuparið frekar en biskupariddara að jafna er það talið riddari B3 biskup G5 þetta er klárlega aðeins betur stað á svartan sækir hérna peðin á F3 og það er spurning hvort að Vignir hefur bara ekki átt að sé bara ekki svektur að hafa gunni í skákina við fyrir með nokkra leiki, þetta enda í jafntefli H4, biskup F6 riddari E2, A5 saman biskuparnir eru sterkir stjórna það er biskupar þeir stefna bæða kongsvaka drottningavæng þannig að í opnum stöðum betra að hafa biskuparnir heldur riddari við sjáum að þessi er ekki með neitt sérstakt verkefni þannig að auðvitað leikar riddari F4 reynir að losna við það biskup C4 hrókurinn hörvar A4 Vignir vill sækja hérna fram með peðin og kannski reyna að einfalda drottningavæng jafnvel búið til veikleika og vinningu peð og þá hann eftir 4 peðmála 3 á kongsvæng sem er hægt að vinna í einhverjum tilvikum biskup B7 heldur auðvitað biskuparinu hrókur D7 hrókur sér til A8 heldur hérna spennunni á 7. reitaröð þetta er A4 þá kom B3 drepið eitthvað með uppkjöti hérna og nú styttist í jafntefli hrókur D3 biskup A2 og hér er vist fyrir anstæðingur Vignir sagði bóði jafntefli sem að Vignir þáði spurningin er hins vegar hvort hann eigi að reyna að tefla þetta áfram þetta er ennþá örlítið betra svartan en jú, það er erfitt að vinna í sammála því þannig að hér er saman jafntefli við skulum kíkja hérna á skákina hún er allir styttri þetta er í fjórðumferð á móti Martin Nehiba skákin í þriðjumferð þar tapaði Vignir ég skoðaði náði skákina heima sér mótsins og hún verðist ekki vera rétt að það sem hann skráðað að Vignir hafi unnið og verðist bara ekki rétt skráð þannig að við höfum hann ekki við erum ekkert að gráða þá er það seinni skákin Vignir er með svörtu mennina og aftur er það saman byrjun þannig að við fyrir bara hrætt til þetta sama stað á áðan þegar við nú leik hvítir biskup E3 og við sjáum að A6 þá erum við með Najdorf og þar er yfirleitt leikið í E5 og ég vek athygli á því að eftir þessa leiki hér biskup E7, F3 að þessi stað er algeng í einmitt Najdorfabrennu þá væri þessi riddari hér hann væri á B8 og þetta peð væri á A6 þannig eftir þetta leiki hér sem er alltaf eðlilegir í Najdorf þá skiptir það máli að ég held ég hafi séð svartan leika A5 í þessu Najdorfabrennu og þá er hann raun búinn að hagnast leik í staðan fyrir að leika A6 og svo A5 þá leika hann A5 einu leik og þess vegna spurning hvort að hvítur hafa eftir gert eitthvað vitlaust hérna ég er nú ekki sérfræðingur í síklegur þannig ég ætla ekki fullur það allavega svartur vill fara að leika A4 og þá þessi riddar enga góða reyti þannig að hvítur leik riddar A4 komum við upp fyrir það í bili allavega riddar D7 kemur við upp fyrir þessi riddar hoppi inn á B6 reitin biskup B5 C7 G4 eins og skákin áðan þá hefst framrás hvíts á kongsvæng loksins en í báðum skákum virðist vera eins og að andstæðingar Vignir séu á eftir kongur B1 fer eftir á línu þar sem að
já, með kongin á C1 og þessa menn hér, ef svartin er einhverju taktik þá mát ef við komumst á C2, en með kongin á B1 þá getur við fara á A1, þannig að það svona meiri vörn því í framhaldinu. B6 virðist alltaf undirbúið að setja eitthvað á C5 rittarann og það einmitt gerist hérna, þetta er C5. Nú ef hvítur drepur þá hann bara að hjálpa svörtum að opna svona að færa bílunni þegar við drepum hennar. Ef hvítur reynir að halda áfram að sækja, við sjáum hann er svolítið ekki langt kominn, rittari A7 setur hann að biskup sem er ekki auðvelt að valda og ef hann bakkar þá höldum við áfram að íta okkar peðum og við erum svolítið undan, við erum konum með þungamenn á línu hérna, biskup sem stendur vel og við getum fara að íta hérna okkur rittara og fá okkur temp og það er möguleiki að sé jafnvel einhver taktík í stöðunni þar sem við nýtum okkur að þetta hér er óvalda. Lítur ekki vel út þannig að hvítur valdi að valda hennar biskup með rittara C3. Vikning drap, komin með biskupar eins og skákin á hann og lit drottning D7, setur rittarann aðtöðu að drottning C6 sem setur einnig rittarann lendir í gafli, þannig að drottning D7. Drottningi valda rittarann, rittari A4, hóldum umhverflega biskup C4 og verðt að benda á að, já, Tafla Reykjavík sem fylgist að sjálfsögðu vel með sínum manni með skýringar á sinni síðu, þar sem benda á að rittari til B4 sé einnig vanlegt að svartan og ég treysta því. Rittari A4 hótar þessu, rittari D2 og ákom hérna skemmtilegt svona línuróf þar sem að biskup C4 tekur vald að hvíts af rittarann á B5, þannig að eftir rittari C4 á dreipur henni rittara og nú er þessi rittari á C4 valdaður þar sem að drottningin er óvalduð og í skálinni B2 er, já, það getur verið mát á hótarinn þar. Við hótum rittari C3 skák í einu leik, B3 gerir ekki neitt, það kemur rittari C3 skák. Þannig að góður ráður er dýr, hvítur valdi kongur A1 en hér kom lokanhengurinn, rittari töflu B2 og andstæðingur Vignis gafst upp. Þessi rittari hér á C4 er einfaldlega að falla og leikur þess að hrókum B1 að þá leikum við bara C4. Drottningin er onni þannig að það var að bregðast við því og ef við tökum hér þá tökum við tilbaka með rittara, völdum allt og erum manni yfir. Það var fín skák í Vigni og mikilvægt að nota daginn í dag, þriðjudaginn, að nota hann vel, það eru 3 skákir, afsakið 2 skákir, við þurfum ekki að drepa bönnur úr ómikli skák. 2 umferðir í dag og já, góð úrslit í dag, gætu þýtt að hann lyfti sér upp í toppbaráttan aftur og við ekki athygli á því að stigahæsti maður mótsins A1 Liang er búinn að tapa 2 skákum, þannig að þetta er bersýnilega mjög sterkur og jafn flokkur og getur allt gerst og 11 umferðir, þannig að nóg eftir og við höldum áfram að vona það besta og sendum baráttukveðju til Vignis. Bless, bless.